Við erum með viðveru sjúkraflutningamanns alla daga ársins frá 9 til 5 hérna og í raun og veru kostnaðurinn við það hefur komið greitt af þeim sértækjum sem við öflum okkar hérna. Þórður sjúkraflutningamaður sýndi okkur bílinn sem hann er með. Bíllinn er útbúinn öllum þeim tækjum sem mögulega þarf við fyrstu hjálp. Hjartastuðtæki, börur, kaðall ef einhver skyldi detta ofan í gjótu og svo mætti lengi telja. Og náttúrulega allt í svona bakpokaformi þannig við getum alltaf tínt til og stokkið á stað. Því að sé oft með teppið þarna eftir skotti er mikið að fólk ofkælist. Það er alltaf svolítið það er náttúrulega fólk vanmetur svolítið hvað bæði vindkælinguna og þeir sem eru á gangum og eru að fara í Silfru og það er ansi kalt. Finnur á fólkinu, ferðamönnunum að þeim þykir gott að vita af þeirra? Já, klálega. Það er margótt bæði leiðsögumenn hjá fyrirtækjunum sem eru eins og vinna hérna við Silfru og ferðamenn koma oft og spyrja bara og segja já, mér líður vel að sjá þig hér. Hvort að þú sért hérna á staðan, það hlýtur að minnka líka talsvert álagið bara fyrir svo sjúkrabílinn á Selfossi og... Já, það er alltaf massi við aðgreiðum hér á staðan sem hefði annars verið kallað til sjúkrabíl. Við getum plástrað og lít fyrir skurði. Samkvæmt spám er von á 2,3 milljónum ferðamanna hingað til lands á þessu ári. Ef að þessi spá rætist með gríðarlegan fjölda ferðamanna þá er þessi gullni hringur svokallaði, hann er bara svona svolítil áhætta. Því það er bæði allir hópferðabílarnir og einkabílarnir sem eru að keyra þetta svæði og það er langt í bjargir